Gott að zooma á mig. Ok, bara, vink. Kæru blikar, nær og fjær. Við erum hérna í óvenjulegum aðstæðum og áttum vona á dálítið að fólki hér í salinn til okkar í Smáranum. En í kvöld ætlum við að bjóða upp á fyrirlestur á vegum Sóleyjar Tómasdóttur sem að barn- og unglingaráð hefur fengið til að tala við okkur ómeðvitaða hlutdrægni og áhrif hennar á starfið okkar í íþróttum og hvernig við getum gert gott starf ennþá betra hérna hjá Breiðablik. Ég ætla ekki að hafa lengri ingang að þessu en býð Sóleyju Tómasdóttur velkomna til að tala við okkur hér í svona cirka hálftíma 40 mínútur og verður fróðlegt að sjá hvað hún segir. Takk fyrir. Sem að barn- og unglingaráð hefur fengið til að tala við okkur ómeðvitaða hlutdrægni og áhrif hennar. Komið sæl kæru aðstandendur, það er svolítið skrítið að standa hérna bara fyrir fram að myndavél en þannig er þetta nú. Ég vil nú byrja á að þakka fyrir að fá að koma hingað og hrósa Breiðablik fyrir mjög einlægan áhuga á því að læra og skilja og betrumbæta allt sem hægt er. Eftir allt sem á undan er gengið þá þurfum við öll að horfast í augu við erfiða hluti, við þurfum að líta í eigin barm, við þurfum að taka erfið samtöl og mögulega breyta einhverju og það er stundum sagt að það sé erfitt að breyta hegðun. Það er ekkert endilega af því að við eigum erfitt með að breyta hegðuninni sjálfri, heldur kannski frekar af því að við eigum svo erfitt með að horfast í augu við það sem við þurfum að breyta. Við þurfum einhvern veginn að vera tilbúin til þess að viðurkenna að við séum öll breysk og jafnvel kannski bara dálítið gölluð. Af því að við erum það öll. Gott dæmi þetta er tregðan sem var svo augljós hjá stjórn KSÍ í upphafi stóra KSÍ málsins þegar að stjórnin var margsaga og stjórnin fundaði heila helgi og tókuðu svolítið tíma til að áður en þau horfðust í augu við og viðurkenndu að hafa bara gert mistök sem þau svo gerðu ljómandi vel að mínum mati eftir allt þetta. Þetta segi ég alls ekki til þess að vera með einhverja blammeringar, síður en svo. Ég held að KSÍ hafi fengið alveg sinn skerf af blammeringum, en mér finnst það í alvörunni vera mikilvægt að við berum svo saman viðbrögð Breiðabliks sem að höfðu samband við mig bara strax í miðjum storminum. Sögðust gera sér fulla grein fyrir því að það sé margt sem megi laga, að það þyrfti að fara yfir alls konar ferla og skoða hvernig væri hægt að stuðla að bættri menningu og vildu bara fá hjálp við það. Og ég segi bara sem sérfræðingur á sviði jafnréttis og fjölbreytileika að það eru bara þau allra bestu í málaflokknum sem að gera svoleiðis. Það er bara besta fólkið sem vill læra meira, sem vill hlusta og vill bæta. Það er fólkið sem er að standa sér best fyrir. Þannig að þið, kæru aðstandendur, eruð sannarlega heppin með félag, verð ég að segja. En nóg það, í þessum stutta fyrirlestri ætla ég að fjalla aðeins hvað þið sem aðstandendur iðkanda geti gert til að stuðla að góðri menningu þar sem að öllum líður vel hjá Breiðablik. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá ómeðvitaðri hlutdrægni, ég veit að þetta er óþjált hugtak, hvaða áhrif þessi hlutdrægni getur haft á okkur sem foreldri eða aðstandendur og þar með börnin okkar og þannig haft áhrif á íþróttastarfið og allt hitt sem að börnin okkar að taka þátt í. Áður en ég byrja að tala þá ætla ég að setja hérna upp, þið sjáu glærurnar mínu vona ég, nú er ég byrjað að sína glærur, er það í lagi? Ok? Já, það er bara flott. Hér koma tvær glærur, ég ætla að setja tvær setningar upp á skjáinn þar sem að ég ætla að biðja ykkur að hafa bak við eyrað það fyrsta sem að kemur upp í hugan þegar þið sjáið setninguna. Og það er annars vegar giftur karl heimsækir einhleypa konu eitt kvöldi, Giftur karl heimsækir einhleypa konu eitt kvöld í viku það vil 2 klukkutíma í senn og svo á Austurvelli spyr ritjulegur maður á miðjum aldri hvort þú 1000 krónur aflögur. Ég ætla ekki að fjalla meira þessar tvær setningar í bili, ég kem aftur að þeim seinna. Það sem ég ætla aftur á móti að tala er ómeðvituð hlutdrægni, ástæður ómeðvitaðrar hlutdrægni, börn, hvaða áhrif þetta hefur á börnin okkar og hvernig þetta tengist börnum og svo hvað til ráða. Ef við byrjum á ómeðvitaðri hlutdrægni, að þá ætla ég að byrja á að sýna ykkur hérna mjög dramatíska mynd sem að lýsir þarna og það er mjög dramatískt að vera með þjóðarmorð einhvern veginn efst á fyrstu fræðilegri glæru og það er alls ekkert þjóðarmorð sem ég er að fókusera á hér
heldur ég að sýna hvernig mismunun og ofbeldi getur orðið til vegna fordóma og ómeðvitaðrar hlutdrægni. Ástæðan fyrir því að mismunun verður til, ástæðan fyrir því að við erum að glíma við misrétti í samfélaginu sú að við erum öll afurð samfélag sem hefur kennt okkur að hugsa í ákveðna átt og eigum þar með til að bæði segja og gera hluti sem við ættum ekki að gera og samþykkja hluti sem við ættum kannski ekki að samþykkja. Það sem við höfum alltaf gert og það sem við höfum verið með aukinni vitund jafnrétti og fjölbreytileika í samfélaginu undanfarin ár, að þá höfum við verið að búa okkur til alls konar tæki og tól til þess að mæta, eða koma í veg fyrir eða laga misréttið sem við búum við. Við erum með jafnlaunavottun og við erum með aðgerðaráætlanir gegn ofbeldi og við erum með alls konar kvóta og aðferðir til þess að jafna kynjahlutföll hér og þar og passa upp á alls konar hluti. En allar þessar aðgerðir eru bara aðgerðir til þess að taka á misrétti sem þegar orðið til, misrétti sem sýnilegt og misrétti sem afleiðing af því að við höfum einhvers staðar búið það til. Þessar aðgerðir eru allar mikilvægar. Það mjög mikilvægt að við gerum allt sem við getum til þess að leiðrétta allt sem hægt að leiðrétta. En þetta eru engu að síður bara plástrar. Við erum í rauninni bara, þetta eru handaflsaðgerðir til þess að laga það sem orðið er. Við vitum það öll að plástrar kom ekki í veg fyrir að sár myndist. Plástrar eru til þess að laga einkenni en þeir uppræta ekki vanda. Það sem við þurfum að gera ef við viljum í alvörunni skapa góða menningu og koma í veg fyrir að mismunun myndist í hvaða mynd sem er að fókusera meira á undirliggjandi menninguna, á fordómana sem við kannski vitum af og eigum erfitt með að tækla og svo ómeðvituðu hlutdrægnina sem við vitum ekki einu sinni af. Ég mæli mjög með því og ég bið nú oft fólk áður en ég held svona fyrirlestra og fræðslur að taka próf, ég hef ekki gert það í þetta skiptið. Ég mæli mjög með því að við farið annaðhvort googlið implicit bias eða notið þetta merki þarna á glærunum til þess að fara inn á heimasíðuna. Það er að taka þessi próf á vefsíðu Harvard Háskóla og læra ómeðvitaða hlutdrægni okkar sjálfra gagnvart ólíkum hópum. Það er að taka gagnvart svörtu fólki, gagnvart asísku fólki, gagnvart fötluðu fólki, gagnvart feitu fólki, og svo hægt að taka þetta próf sem að viðkemur bæði konum og kynjajafnrétti á vinnumarkaði og svo kynjamisrétti eða jafnrétti inn á heimilum versus vinnumarkað. Það langflest fólk sem takk fyrir. Langflest fólk með haldið ómeðvitaðri hlutdrægni. Þar á meðal ég sem þykist vera sérfræðingur á þessu sviði, ég sem að kenna fólki hvernig það á að einhvern veginn koma í veg fyrir að ómeðvitaða hlutdrægnin hafi áhrif á líf þeirra og starf og annað fólk í kringum þau. Ég bullandi hlutdræg í eiginlega öllum þessum prófum. Niðurstöður, og hérna sýni ég ykkur bara handahófi þessa 3 hópa, niðurstöður þessara prófa þangað til núna, allt það fólk sem hefur tekið þessi próf þangað til núna. 68% þeirra á auðveldara með að tengja jákvæð orð við hvítt fólk heldur en svart fólk. 78% fólks á auðveldara með að tengja jákvæð orð við ófatlað fólk heldur en fatlað fólk og 75% fólks á auðveldara með að tengja jákvæð orð við grænt fólk heldur en feitt fólk. Úps, hún fer alltaf á undan mér, glæran. Þetta eru ekki fordómarnir sem við vitum af og viðurkennum. Þetta eru fordómar sem við vitum ekki af. Og það eins og ég sagði í upphafi, það ekkert endilega erfitt að breyta hegðunin okkar ef við erum tilbúin til þess, ef við vitum hvað það sem þarf að breyta og ef við erum tilbúin til þess að viðurkenna að við séum breysk. En það það sem erfiðast. Það sem gerist þegar fólk fær niðurstöður úr þessum prófum, því við stundum verið líkt við eins konar sorgarferli. Að fyrstu viðbrögð þegar þú fær niðurstöðuna að þú ert með tilhneigingu til þess að vera rasísk eða tilhneigingu til þess að vera karlremba, að við höfum tilhneigingu til þess samkvæmt þessu prófi að ég fyllist skömm eða sektarkennd. Ég hugsa, nei, þetta hræðilegt, ég vond manneskja.
Svo fara að koma efasemdir, við förum að velta fyrir okkur hvort aðferðafræðin sé í lagi eða hvort þetta sé nú bara ekki eitthvað skakt. Ef við komumst að þeirri niðurstöðu að svo sé ekki, þá förum við að velta fyrir okkur hvort þetta hafi samt áhrif á hegðun okkar. Þetta er nú kannski ekki hegðun okkar sem þetta mælir kannski eitthvað sem ég ger í tölvunni í einhverju prófi, en þetta hefur ekki áhrif á það hvernig ég kemur fram við fólk. Ég er góð manneskja, þannig að ég myndi aldrei fara að mismuna fólki þó svo einhver tölvupróf segir að ég geri það. Á endanum, ef að fólk virkilega vinnur með þessar niðurstöður og reynir að átta sig á því hvað það geti gert, að þá er mikilvægt að við sættumst á það að jú, við erum afurð samfélags sem hefur þróað og mótað okkur í samræmi við normir og venjurnar í samfélaginu, og nú ætla ég að útskýra það eins og eftir hvernig þetta verður til. Þannig að það er í alvörunni þannig, það er ekki að því að við séum vondar manneskjur, að því okkur langi til þess að mismuna, eða að því að við séum þessi ljótu orð, rasisti eða kallremba eða eitthvað þess áttar. Það er alls ekki það sem er ástæðan fyrir þessu, heldur er ástæðan svo að við erum formateruð með ákveðnum hætti til þess að hugsa í eftir ákveðnum leiðum. Best er þegar við komumst að niðurstöðunni, komumst í úrvinnslunar, ákveðum að við horfumst bara í augu við þetta og við ætlum að læra hvernig við getum dregið úr áhrifum þessarar ómeðvituðu hlutdrægni. Ástæður ómeðvitaðrar hlutdrægni eru margar, en kannski fyrst og fremst svo að, eins og ég sagði það ætlar ekkert okkar að vera vont. Við ætlum okkur ekki að mismuna, við ætlum ekki að okkur finnst allt fólk vera jafn gott, en við höfum tilhneigingu til þess að meta normið, meta manneskju sem að fellur undir hið venjulega. Við setjum engin spurningamerki við hana. Ef það kemur bara venjuleg, hvít manneskja sem að er einhvern veginn eins og við höfum búist við, þá bara veltum við því ekkert fyrir okkur frekar. En ef við mætum aftur á móti manneskju sem að er svört eða í hjólastól eða ofþyngd eða eitthvað þess áttar, þá er það sem við tökum eftir, og það fer í gegnum hausinn á okkur án þess að við kannski endilega bregðumst við því eða beitum einhvers konar mismunun, að þá tökum við samt eftir því þegar að fólk er öðruvísi. Normið í íslensku samfélagi, og nú er ég alls ekki að tala ég er ekki að alhæfa, heldur er ég að greina hvernig valdakerfið virkar, hvernig samfélagið og normið í samfélaginu er, að við höfum tilhneigingu til þess að treysta því sem að við erum vön að treysta, og algengustu einstaklingarnir sem við treystum og erum vön að hafi vald og virðingu í samfélaginu eru hvítir, miðaldra, velmenntaðir kallar í meðalgóðu formi, þeir eru gagnkynhneigðir og við vitum hvernig þetta er á miðjum aldri. Þetta eru menn sem að við höfum lært að við getum treyst, að því við erum vön að sjá þá í alls konar valdastöðum, við erum vön að sjá þá bara standa sig ágætlega, en leið og við sjáum mannesku í einhvers konar valdastöðu sem að ekki uppfyllir þetta norm, að þá án þess að við kannski, eins og ég sagði áðan, bregðumst við eða látum það í ljós, að þá koma einhverjar svona, það fljúga í gegnum hausinn á okkur einhverjar hugsanir. Ég man eftir að hafa til dæmis vitað að ég var að fara að hitta forstjóra, forstjórinn mætir á fundin og hann er í hjólastól og ég hugsa, vá, hann er í hjólastól. Það var mér ekki eðlislegt að gera ráð fyrir forstjóra í hjólastól. Þetta er ekkert óeðlilegt af því að við erum vön, við samþykjum það sem við erum vön. Þetta er bara eins og með fæðu eða eitthvað annað. Við borðum það sem við höfum borðað áður og við veltum fyrir okkur hvort við eigum að smakka nýja hluti. Það er alveg að sama með fólk. Ef við fáum eitthvað annað heldur en við búumst við, að þá setjum við smá fyrirvara við það. Eins og ég segi, venjulegt fólk er að jafnaði það sem fellur að hugmyndum okkar það hvernig samfélagið á að vera, eða hugmyndum sem að kannski okkur hafa frekar verið kenndar það hvernig samfélagið á að vera. Og þá fyrir við kannski aðeins að nálgast meira börnin, en við höfum tilhneigingu til þess að flokka fólk í tvennt, og við höfum náttúrulega tilhneigingu til þess að flokka fólk í alls konar bása, og það er eðlilegt. Ég meina, það er bara auðveldara fyrir okkur að flokka fólk í alls konar hópa, og í íþróttum eins og í knattspyrnu þá eru kvenna- og kallaflokkar, en við vitum það samt að kallar og konur það eru til stelpur sem eru betri, það eru til einhverjar stelpur sem eru betri en einhverjir strákar í fótbolta. Það er samt einfaldara að skipta þessi tvennt, af því að það er bara alltaf einfaldara, við erum alltaf að flokka og einfalda. Það er ekki bara það sem að við gerum, heldur erum við líka að
það skiptir okkur máli að við séum eins venjuleg stelpa og eins venjulegur strákur og hægt eins venjuleg kona og eins venjulegur kall og hægt Af því að við samþykjum ekki bara þetta norm sem er hérna fólkið sem við þekkjum, karlarnir sem við þekkjum og vitum að hafa vald í samfélaginu, heldur samþykjum við líka, ef við vitum að það er að koma kona, þá gerum við ráð fyrir að konan sé með einhverjum ákveðnum hætti, uppfylli staðalmynd það hvernig konur að líta út. Samaskapi gerum við ráð fyrir að kallar séu með einhverjum hætti, uppfylli staðalmyndir hvernig þeir að líta út. Konur eru svo bara alls konar og kallar eru líka alls konar. Konur geta verið í hjólastól og þær geta verið svartar og hvítar og hvernig sem og kallar geta verið það líka. En við miðum, þegar við hugsum stelpur og stráka, þá hugsum við venjulegu stelpuna og venjulega strákin allt innan gæsalappa. Normið eða viðmiðið. Og þar með eru líkur á því að fólk sem ekki uppfyllir þetta mæti einhvers konar hindrun. Svo þetta bara flóknara heldur en það að við séum bara með 2 kyn. Auðvitað eru fleiri kyn heldur en 2. Við erum með fólk sem intersex, fólk sem hvorki karl né kona, fólk sem upplifir sig sem bæði karl og kona, það eru alls konar útgáfur af því. Fólk sem það í rauninni ekkert, ef við myndum reyna að finna einhverja breytu sem skiptir fólki alveg í tvennt, þá hún ekki til. Af því að það alltaf einhverjar konur sem eru kallalegri heldur en einhver kall og það alltaf einhver kall sem kvenlegri heldur en einhver kona. Einhver kall sem umhyggjusamari en einhver kona sem sterkari en einhver kall og svona geti ég haldið lengi áfram. Svo bara flækist þetta ennþá frekar þegar við förum að taka allt hitt inn í. Það eru alls konar hlutir sem gera það að verkum að við víkjum frá þessu normi. Við getum verið svört, við getum talað annað tungumál heldur en íslensku að móðumáli, við getum stamað, við getum verið feit eða of lítil eða of stór eða einhvern veginn, einhverjum hætti ekki uppfyllt normið. Þetta tengist svo allt með alls konar flóknum hætti. Stundum skiptir það máli og fólk mætir hindrunum eftir því sem að það víkur meira frá norminu. Stundum skiptir það máli að ég kona og stundum skiptir það ekki máli. Stundum mæti ég hindrunum einfaldlega af því að ég kona. Stundum mæti ég engum hindrunum þó að ég sé kona. Ef ég væri samkynhneigð kona, þá myndi ég stundum mæta hindrunum af því að ég væri samkynhneigð, stundum af því að ég væri kona, stundum af því að ég væri samkynhneigð kona, stundum ekki neinum hindrunum. En það líklegra að ég mæti hindrunum og það eru fleiri tegundir af hindrunum sem ég mæti eftir því sem að ég vík meira frá norminu. Eitt dæmi svona samtvinnun, svona mismunarbreyta, að það kynjamisrétti og homofóbía. Og það mjög merkilegt að fylgjast með því hvernig í knattspyrnunni þetta blandast saman, af því að við þekkjum það að homofóbía getur haft áhrif á sérstaklega karlafótboltann. Það var einn karl að koma út sem atvinnumaður úr skápnum og það fyrsti karlinn sem kemur út úr skápnum sem hommi svo ég viti til. Það eru eiginlega engir hommar sem eru í atvinnumennsku í fótbolta sem sé. Hvort sem að það að því að hommar séu verri í fótbolta heldur en gagnkynhneigðir menn, ég efast stórlega það. Ég held að það sé frekar það að það ekki pláss fyrir þá vegna einhvers konar menningar sem skapar ekki rými fyrir karla sem eru samkynhneigðir. Ef við skoðum kvennaflokkana aftur á móti, þá höfum við mörg dæmi konur sem eru lesbíur í kvennafótboltanum. Þær virðast ekki mæta jafnmiklum fordómum eins og hommarnir. Þær virðast vera samþykktar í sínum liðum og samþykktar í svona fótboltamenningunni, en á móti kemur að gagnkynhneigðar stelpur sem eru í fótbolta, þær eru oft álitnar vera lesbíur. Þetta sýnir hvernig við blöndum saman fordómum gagnvart kynhneigð og svo staðalmyndunum að af því að knattspyrnan hún byggir á svolítið karllægum gildum, hún byggir á styrk og ákveðni og keppnisskapi og þessu sem við höfum tengt við karla, að þá viljum við að karlarnir og ég ekki að segja að við viljum þetta öll, en þetta svona tilhneigingin sem við höfum við tilhneigingu til þess að finnast þetta, við viljum fá þessa eiginleika fram og þar með ekki hommana í karlaboltanum, en lesbíurnar sem að virðast einhvern veginn vera samþyktari með karllæga eiginleika, við samþykjum frekar karllæga eiginleika meðal stelpna. Þetta bara athyglisverð
staðreynd menninguna í kringum knattspyrnuna. Áhrif ómeðvitaðrar hlutdrægni eru náttúrulega fjölmörg og þau hafa áhrif á alla okkar hegðun, öll okkar samskipti. En þau gera það verkum að verðmætamatið okkar getur verið skakt. Okkur finnst venjulegt fólk vera bara gott, en fólk sem að víkur frá þessu venjulega, það þarf aðeins að sanna sig. Þetta eykur á staðalmyndir í samfélaginu, þar sem að við gerum ráð fyrir að svart fólk hlaupi hraðar en hvítt fólk, að konur séu vonlausar út af barneignum, að konur séu umhyggjusamari, að kallar hafi meiri áhuga á bílum og svo framvegis. Þetta getur líka gert það að verkum að við gerum óraunhæfar væntingar til fólks. Við getum gert óraunhæfar væntingar til stelpna og stráka af því að við gerum ráð fyrir að þau hafi einhverja eiginleika sem við tengjum almennt við karlmennsku og kvenleika. Eitt gott dæmi um þetta er ég bý í Hollandi þar og fyrir 2 árum þegar sonur minn var 1,5 ári þegar sonur minn var 18 ára þá fékk hann bréf frá varnarmálaráðuneytinu í Hollandi að nú væri hann kominn á lista ef til stríðs kæmi að þá yrði hann kallaður í her. Og við áttuðum okkur á því að þetta væri staðreynd og það er náttúrulega dálítið erfitt fyrir íslenska manneskju að búa við þennan veruleika en burt sér frá því að þá hafði dóttir okkar sem er eldri, hún hafði ekki fengið neitt svona bréf. Og við förum eitthvað að skoða þetta og þá er það þannig að hollenska varnarmálaráðuneytið sendir á alla karlmenn þegar þeir verða 18 ára svona bréf og gera þar með ráð fyrir að karlar séu góðir hermenn en konur ekki. Þeir eru að einfalda sér lífið og gera þetta með þessum hætti. Á mínu heimili er það þannig að sonur minn er langveikur og yrði vonlaus hermaður en dóttir mín, hún er bara ansi sterk og gæti bara orðið ágætis herrakona. En þarna urðu þau af ansi góðum kandidat sem er í dóttur minni en ég veit ekki hvað þau ætla að gera við son minn, hann mun ekki gagnast það mikið. Og þetta er dæmi að við, ef við leyfum okkur bara að hugsa karlmennsku og kvenleika eins og, þetta er alltaf að fara undan mér, já. Ef við leyfum okkur bara að hugsa karlmennsku og kvenleika og flokka fólk í tvennt, að þá erum við að verða af góðum kandidatum í eitthvað og við erum að kannski velja okkur einhver kandidata sem standi ekki undir nafni og gera óraunhæfar væntingar til þeirra. Og svo hefur þetta náttúrulega bara áhrif á öll þau verkefni sem við erum að gera. Og ekki bara þessar formlegu ákvarðanir sem ég er búin að vera að skrifa niður hér eins og úthlutun verkefna og hvernig við skiptum æfingatímum og allt þetta, heldur tökum við 35.000 ákvarðanir á hverjum einasta degi. Við ákveðum hvort við ætlum að brosa, hvort við ætlum að heilsa, hvort við ætlum að sitja eða standa, hverjum við heilsum, hvenær, hvort við ætlum að halla okkur aftur í stólnum, krossleggja hendur. Allt sem við gerum eru ákvarðanir en það eru kannski ekki nema svona 100 af þessum ákvarðunum sem við gerum okkur grein fyrir að við séum að taka. Hinar ákvarðanirnar eru allar sjálfvirkar og þær eru allar undir áhrifum og eiginlega framkallaðar af ómeðvituðu hlutdrægninni. Hún fær að leika alveg frjálst þarna. Þannig að það er líklegra að við brosum frekar til karls heldur en konu. Það er líklegra að við brosum frekar til hvítrar mannesku heldur en svartrar mannesku. Það er líklegra að við brosum frekar til grannrar mannesku heldur en feitrar mannesku. Það er líklegra að við tökum fólkið sem við erum vön alvarlegar, að við hlustum betur, að við horfum frekar í augun, að við mögulega sjáum potential fótboltamannesku í viðkomandi. Við eigum auðveldara með að sjá kosti þeirra sem við þekkjum. Ef við förum aftur í setningarnar sem ég sýndi ykkur hérna áðan, að þá finnst mér mjög líklegt og þegar ég held svona með fólki að þá er mjög líklegt að það fyrsta sem hafi komið upp í hugan í fyrri setningunni hafi verið einhvers konar framhjáhald eða samband og í seinni spurningunni hafi verið einhvers konar útigangsmaður eða róni. Það er að því að þið höfðuð ekki tækifæri til þess að hugsa neitt út í þetta, því bara það fyrsta sem kemur upp í hugan er þetta. Það er þetta sem gerist í svo mörgu af því sem við gerum. Ef við höfum ekki tækifæri til þess að hugsa hvað það er sem getur verið í gangi, að þá dettum við bara í eitthvað ákveðið og við fylgjum gildru orðunum sem er út allt. Við erum með leiðbeiningar í samfélaginu út allt það hvernig við eigum að hugsa og hvaða ályktanir við eigum að draga. Ég set markvisst inn þarna giftur fyrir framan karl og einhleyp fyrir framan konu. Ég hefði alveg getað sagt bara manneskja heimsækir mannesku. Og það myndi enginn endilega detta í huga að það væri framhjálpið eða það þurfti aðeins að hugsa það betur. En ég beini hausnum á okkur í þessa átt. Þetta er eitthvað sem stöðugt verið að gera við okkur.
Sama með Austurvöll, flestir hafa sennilega hugsað útigangsmann eða róna, en þetta geti verið, ég meina það alls konar hipsterar sem að safna fyrir einhver svona góðgerðarsamtök sem eru svona tiltölulega ritjulega til fara að mati okkar miðaldra fólksins. Það getur verið alls konar ástæður fyrir því að þetta gerist. Einhvern tímann þegar ég var með fræðslu og það var einhver sem sagði að kannski sit ég með vinum mínum á Austurvelli, við erum að drekka kaffi, við erum búin að fá kaffi á kaffihúsi og þegar að þessi vinur minn fattar að hann ekki með veskið sitt og spyr hvort eigi 1000 kall til að borga kaffið hans. Það geta verið alls konar bara miklu fjölbreyttari skýringar á þessum setningum en við hugsum bara automatist af því að ég leið ykkur þangað og þið fenguð ekki tíma til þess að reyna að fatta upp á betri skýringum. Það nefnilega þannig að fordómar eru ágætis tímasparnaður. Við getum mótað okkur skoðanir án þess að þurfa að kynna okkur staðreyndirnar. Þetta var svona aðeins okkar ómeðvituðu hlutdrægni. Svo fyrir við að velta fyrir okkur hvað með börnin þá? Sko, íþróttahreyfingin samanstendur ef það til eitthvað sem heitir íþróttamenning. Ég gerir bara ráð fyrir að það sé til eitthvað sem heitir íþróttamenning. Það menningin sem að þrífst hérna hjá Breiðablik. Hún búin til af fólki. Það einstaklingar, það ekki hægt að hafa menningu án fólks og það hérna einhvers konar menning sem að einstaklingar hafa búið sér til. Þessir einstaklingar hafa búið sér til reglur og siðir sem að þau ætla að fylgja og þetta hefur svo áhrif á viðmiðin og gildismatið sem að samþykkt inni hérna í Breiðablik eða í félaginu. Ef við leyfum ómeðvituðu hlutdrægninni að hafa áhrif á það hvernig við hugsum og hvað við gerum, að þá getum við staðið í alls konar, það getur átt sér stað alls konar útilokandi hegðun sem að svo getur leitt af sér einelti og ofbeldi ef við skoðum þarna haturspíramídan sem ég sýndi í upphafi. Þetta getur svo haft áhrif á leikreglurnar og þjálfunina og æfingarnar. Við getum búið til einhverja æfingatöflu þar sem að stelpurnar fá bara að spila á einhverjum lélegum tímum eða strákarnir fá bara að spila á einhverjum góðum tímum eða við getum verið með misgóða þjálfara og við getum verið með, það eru ótrúlega margar hættur sem að leynast í því þegar við búum okkur til reglur og ferla. Þetta getur svo bara leitt til þess að almennt að gildismat félagsins verður, hvað er ég nú komin? Já, áherslur og forgangsröðun og fyrirmyndir og allt þetta getur, við erum hér, já, það er alltaf að flakka til eitthvað hérna. Já, þetta getur alltaf orðið rammskakt. Ég ætla að nefna nokkur dæmi hérna sko, athugasemdum hegðunin sem útilokandi hegðun getur átt sér stað í formi athugasemda eða áreitni eða gríns eða spurninga. Þetta getur verið með alls konar svona óræðum hætti sem að við kannski ekkert endilega gerum okkur grein fyrir að sé útilokandi. Til dæmis að spyrja fólk hvaðan það sé ef að það talar með hreim eða er brúnt á litin. Það til marks að ég sjái að viðkomandi tilheyrir ekki hópnum. Það eru rosalega margar spurningar og athugasemdir og ábendingar kannski sem geta alveg verið viðeigandi og eðlilegar í sumum tilfellum en geta líka verið útilokandi eða virkað útilokandi fyrir fólk sem að tilheyrir einhvers konar jaðarhópum. Svo eins og ég segi, sko, reglurnar, við getum skoðað flokkaskiptingu, getuskiptingu, æfingatíma, þjálfunaraðferðir ef við erum ekki meðvituð að í þessu öllu saman getur falist einhvers konar mismunun eða útilokun sem að lætur krökkunum okkar ekki líða vel, að þá voðalega fer þessi tölva eitthvað á undan mér. Að þá er það ekki gott. Og við vorum að tala það hérna áðan að var frábært framtak hjá Breiðablik á mótinu í sumar að í staðinn fyrir að vera með einhverjar tölur eða einhvers konar raðflokkun á mótinu í sumar að vera þá með hópana eða flokkana. Skýrða í höfuðið á bara kvenkyns fótboltakonu. Það er ein leið til þess að draga úr þessari svona sýnilegu mismunun og mögulega svona útilokandi hegðun þar sem einhver er betri en einhver annar eða að við þurfum ekki alltaf að vera að draga það fram og það er sérstaklega í íþróttum sem byggja náttúrulega á keppni og byggja á því að einhver sé betri en annar
að þá er mikilvægt að við reynum samt að láta fólki líða vel þó að það sé misgott, að við getum öll verið einhvern veginn upplifað okkur sem sigurvegarar og sem gerendur. Svo það gildismatið, sko klefamenning hefur náttúrulega verið mjög vinsælt hugtak upp á síðkastið og ég mun kannski aðeins koma betur inn á það á eftir. Homofóbía, fitufordómar og staðalmyndir kynjanna eitthvað sem við þurfum að vera meðvituð og við þurfum að reyna að forðast í íþróttastarfi. Þetta getur haft gríðarleg áhrif á krakkana okkar og við sem aðstandendur eða fullorðin, við þurfum að reyna að passa upp á að smita ekki það sem við höfum verið alin upp við niður á börnin okkar. Af því að börnin okkar, þau læra að af öllu því sem við gerum, öllu því sem við segjum, athugasemdunum okkar, gríninu okkar, umræðunum okkar heima, þau heyra hvað það sem okkur finnst í lagi og hvað okkur finnst ekki verið í lagi. Og þau læra ekki bara skráðarreglur, þau læra líka óskráðarreglurnar. Rannsóknir sýna að börn allt frá 5 ára aldri, þau veit ekki bara stelpur veit ekki bara hvað stelpulegt og þær eiga að gera, þær vita líka hvað strákalegt og þar með eiga ekki að gera. Og þetta engar reglur sem að neinn hefur kennt þeim, þetta bara regla sem að síast inn. Það eru svo margar reglur sem við lærum, bara svo ég nefni annað dæmi því okkur finnst ótrúlegt, mörgum finnst ótrúlegt að krakkar læri þetta, þau gera það. En við erum alltaf að læra alls konar reglur sem við vitum ekki eru til. En svo við vitum til dæmis ekki að fæst okkar vita af því að það eru reglur það hvernig við heilsum fólki. Ef ég að labba upp í Heiðmörk, þá býð ég góðan daginn ef ég mæti fólki. En það væri náttúrulega vonlaust ef ég færi að taka upp á því á Þorláksmessu í Kringlunni að fara að bjóða öllum góðan daginn eða góða kvöldi. Við vitum alveg hvenær við segjum hæ og hvenær halló og hvenær góðan daginn. Það eru ákveðnar reglur það hvaða orð við notum eftir því hversu vel við þekkjum fólk og eitthvað og við bara fylgjum þeim. Það sama á við staðalmyndir kynjanna. Krakkar læra að aðlagast því hvernig þau að vera sem venjulegar stelpur og sem venjulegir strákar. Af því að þau vita að ef þau fara út fyrir normið og þau hafa bara lært þau sjá það að krakkar sem eru fötluð, krakkar sem eru feit, krakkar sem eru stór eða lítil eða brún eða tala ekki íslensku að móðumáli, þau eru líklegri til þess að lenda í stríðni eða einelti eða einhverju þess háttar. Þannig að þau reyna öll að aðlagast eins vel og þau geta staðalmyndinni og þar með viðhalda samfélagsgerðinni og þau læra því miður líka að það í lagi að stríða fólki sem ekki eins og þetta sem uppfyllir ekki normin. Og það eitthvað sem við þurfum náttúrulega að reyna að koma í veg fyrir og ég kem með einhverjum svona örfá punkta hvað við getum gert til að reyna að sporna gegn því á eftir. Ómeðvitaða hlutdrægnin, hún getur sem sé leitt af sér, ég meina við erum bara að skoða íþróttamenninguna hérna hjá Breiðablik. Ef við ætlum í alvöru, ef við myndum ekki gera neitt, ef það væri engin svona fræðsla í gangi, ef það væri bara öllum sama, þá líklegt að fólk sem ekki upplifir sig sem hluta af hópnum, fólk sem mætir einhvers konar mismunun, einhvers konar útilokun, að það myndi upplifa sig sem óöruggt, því myndi líða illa og það yrði sennilega til einhvers konar átök inni í félaginu. Þannig að þau fara að reyna að mótmæla, aðrir fara að reyna að mótmæla því að þau væru að mótmæla að það ætti að vera breytingar en þau vildu samt ekki breytingar og svo framvegis. Þetta geti leitt til þess að það yrði kannski einhverjar svona það færi allt í svona uppnám, mögulega yrðu reglurnar ósanngjarnar, þjálfunin ósanngjörn, einhver myndi upplifa að æfingarnar væru misgóðar og svo myndi það þá bara leiða af sér minni framfarir, verri framistöðu og bara lélegra félag almennt á þessa svona íþróttamælikvarða fyrir utan vanlíðanina. Ef við aftur á móti erum bara meðvituð þetta, leggjum okkur fram og langar til þess að standa í öllu vesinu, mæta því að fólk ólíkt, taka tillit til þess að stelpur og strákar hafa kannski ólíkar þarfir. Við þurfum að mæta krökkum sem tala ekki íslensku á móðumáli, við þurfum að passa upp á að feitum krökkum sé ekki strítt, við þurfum að passa upp á, það ótrúlega margt sem við þurfum að passa upp á og það rosalega mikið vesen, en það bara þannig sem við getum haldið áfram að byggja upp Breiðablik sem frábært félag. Af því að ef öllum líður vel, ef krakkarnir okkar eru í starfi þar sem þau upplifa jafnrétti, þar sem þau upplifa það sem borin virðing fyrir þeim, alveg sama hvernig þau eru, hvort þau eru stelpur eða strákar eða feiti eða mjó eða hvað sem ef þau eru full af sjálfstrausti, nú þá standa þau sig vel. Það bara þannig. Og hvað þá til ráða? Hvað getum við gert?
Ég ætla að byrja á að endurtaka þessa hérna glæru að handafsaðgerðirnar eru ágætar, plástrarnir virka og við þurfum að halda áfram með þá gagnvart þeim reglum eða þeirri mismunun sem við vitum að er til staðar. En við þurfum líka að vera stöðugt að skoða okkur sjálf og skoða hvert annað og vera tilbúin til þess að ræða möguleg áhrif ómeðvitaðrar hlutdrægni. Við þurfum að vera stöðugt að einhvern veginn reyna að vinna með fordómana okkar, tala hvað eru fordómar, læra ný orð, læra að orð sem við höfum notað í gegnum tíðina eru kannski bara særandi fyrir einhverja hópa og við getum bara sleppt þeim. Reyna að vera meðvitaðri eins og við getum. Svo þurfum við að læra skaðlega karlmennsku og skaðlega kvenmennsku eða kvenleika. Þegar það er verið að tala þessi orð þá hrekkur fólk mjög oft í vörn og hugsar býtu, eru karlmenn bara vondir? Er karlmennska skaðleg? Nei, ég er ekki að segja að karlmennska sé skaðleg, heldur að það sé til skaðleg karlmennska. Það er ákveðin hluti af því sem við höfum verið að ala börnin okkar upp í og sem við höfum alist upp í og ég held að börnin okkar sé ekki alast upp í að jafn miklu mæli og við gerðum. Og það er þessi skaðlegi hluti karlmennskunar. Þetta er þessi gamaldags staðalmynd stráka og kalla þar sem þeir eiga að vera líkamlega sterkir, þeir eiga að vera harðir, þeir eiga að vera með keppnisskap. Þeir mega ekki vera næmir, þeir mega ekki vera tilfinningaríkir, þeir eiga helst ekki einu sinni að vera tillitssamir og þeir eiga að vera öðruvís en konur. Þeir verða að passa sig að vera ekki konur af því þá geta þeir bara orðið hommalegir. Og nú er ég bara að lýsa þessari ýktustu skaðlegu karlmennsku sem á sér birtingamyndir í samfélaginu. Þessu fylgir svo andúð á því sem ekki fellur undir staðalmyndina. Það er andúð á köllunum sem uppfylla ekki kröfurnar, það er andúð þar með á mögulega á samkynhneigð og andúð á konum. Þetta er ekki neinum til gagns. Ef við skoðum svo skaðlegan kvenleika sem er líka til og er kannski aðeins minna talað að þá er lögð ofuráhersla á nákvæmlega öfuga hluti við það sem er lögð áhersla á gagnvart körlunum í þessum skaðlegu útgáfum. Að konur eiga að vera tilfinninganæmar, þær eiga að vera tilfinningaríkar, þær eiga að vera næmar og þær eiga að vera tillitssamar. Þær eiga ekki að hugsa sjálfa sig, þær eiga að hugsa annað fólk. Það er ekki veitt svigrúm fyrir að þær séu sterkar eða harðar eða með keppnisskap. Þá eru það orðnar frekjur eða brussur eða eitthvað þess áttar. Þær eiga alls ekki að vera karlmannlegar og það er meðal annars gert með homofóbískri nálgun. Og þannig skapast andúð gagnvart þeim sem ekki uppfylla þessar kröfur og samkynhneigð. En það merkilega er að eina sem er frábrugðið, ekki andstæða, er að skaðlegur kvenleiki byggir á jafnvel ofurdýrkun á karlmenn. Að þessum konum er kennt að að karlarnir séu þeim fremri. Og þetta er í rauninni bara þegar við tölum skaðlegan kvenleika og skaðlega karlmennsku þá erum við náttúrulega bara að tala gamaldags hugmyndir kynin. Og það er það sem við viljum ekki sjá. Svo verði ég að koma aðeins inn á klefamenningu. Af því að það hefur verið mjög mikið talað klefamenningu í samfélaginu og alls konar umræður hana. Mjög margir kallar sem ég hef talað við hafa talað það að þeir upplifa þetta bara alls ekki. Það sé bara almennt góð stemning í klefanum hjá þeim og þeir skilgreina klefan mjög þröngt. Ég held að við þurfum að vera meðvituð að klefarnir eru bara miklu fleiri og á miklu fleiri stöðum heldur en bara búningsklefar í fótbolta. Klefamenning getur verið hvar sem er. Þetta er í rauninni hugtak yfir afmarkaða hópa sem að leyfa sér að ganga aðeins lengra heldur en við myndum gera ef við værum ekki í þessum afmarkaða hópi. Ef við erum með vinum sem við treystum og þá leifum við okkur að vera með aðeins meira brútal húmor, segja aðeins, það er einhver svona lokal húmor stundum kallaður eða og við erum með svartari húmor heldur en gengur og gerist af því að við skiljum hvor aðra svo vel eða hvern annan svo vel. En þetta teygir sig svo út á djammið, þetta teygir sig í dægumenninguna, þetta teygir sig í tónlistina, í kvikmyndina og þar með læðist þetta inn í normin í samfélaginu og því miður inn í íþróttastarfið líka. Við þurfum að vera tilbúin til þess að uppræta þetta og kannski aðeins hugsa okkur áður en við hittum saumaklúbbinn okkar næst og þurfum að tala Bigga Feita sem var með okkur í grunnskóla eða þurfum aðeins að reyna að uppræta það hvernig við tölum annað fólk og hvernig við dæmum annað fólk. Svo erum við fyrirmyndir. Við erum fyrirmyndir fyrir börnin okkar
og og vini barnanna okkar og við erum fyrirmyndir fyrir bara í rauninni alla krakkana í íþróttafélaginu og það þýðir að við þurfum að vera meðvituð varnarviðbrögðin okkar. Við þurfum að vera tilbúin til þess að hoppa í gegnum allt þetta ferli sem ég lýsti þegar við fáum niðurstöðurnar úr prófinu ómeðvituðu hlutregnina. Þetta getur gerst hvar sem þetta nákvæmlega sama ferli fer oft í gang þegar einhver segir bara, heyrðu, geturðu sagt fólk en ekki menn? Eða geturðu hætt að nota þetta orð eða vera með einhverjum hætti meira inklusív í framkomu, að þá fyrsta viðbragð bara býta, ert þú að ráðast á mig? Þetta nú bara tilfinningasemi, þetta nú bara svona og hins einn og við þurfum einhvern veginn að reyna að útskýra fyrir fólki að við höfum ekki verið að meina þetta svona og verjast í staðinn fyrir að hugsa bara, já, ég get alveg sagt fólk en ekki menn, það ekkert mál. Ég lendi því daginn og ég skrifaði á Facebook eitthvað að einhver hefði svert mannorð einhverjar annar manneski. Það hafði kona samband við mig og sagði, Sóley, mér finnst vera ákveðin rasískur undirtónn í því þegar að þú skrifar með þessum hætti. Og ég byrja bara strax, nei, nú ertu alveg komin yfir mörkin og þetta var bara smámunasemi og viðkomandi skildi nú ekki að þetta var svo gamalt orðatiltæki að það var fundið upp löngu áður en rasisminn var til. Bara áður en það var svart fólk á Íslandi og ég meina við eigum bara sögu að við tengjum myrkrið við eitthvað og ég veit ekki hvað og hvað, þetta fór allt gegnum hausinn á mér. Áður en ég hugsaði bara, ok, ég get ekki dæmt það hvort að einhver særist af því að ég noti hugtakið að sverta mannorð. Ef það særir einhvern, nú þá ég bara svo heppin að ég hef ágætis vald á íslensku og ég get sagt draga úr trúverðugleika, gera lítið úr, ég get nota alls konar önnur orðatiltæki heldur en að sverta mannorð. Þannig að einfaldast að segja bara, já, fyrirgefðu, ég ætlaði ekki að særa þig, ég ætla að læra þetta, nú ætla ég að halda áfram. Við gerum þetta nefnilega í eiginlega öll önnur skipti sem að við gerum eitthvað mistök. Ef mér sagt að ég hafi gleymt að slökkva ljósin í gær, þá fer ég ekkert í þessa vörn. Þá segi ég bara, úps, ég skal muna það í kvöld. Ég fer ekkert að segja, nei, þú ert nú svo smámunasöm, nei, byrju, þú ert að miskilja, það átti ekkert að slökkva ljós. Þetta ekki umræða sem við tökum. Við tökum þessu umræðu bara, eða þessi umræða lang ríkust og erfiðust, þessi varnarviðbrögð koma sterkast fram, þegar að það varðar eitthvað sem að tengist jafnrétti og fjölbreytileika, því að við erum svo upptekin af því að við séum góðar manneskjur að við bara trúum því ekki að við gerum eitthvað mistök og við eigum svo opbóðslega erfitt með að viðurkenna það. En ef við lítum bara á þau mistök eins og önnur mistök að við gleymum að slökkva ljósin eða förum í vitlaust fundarherbergi eða gleymum að setja vélina af stað eða hvað það nú að þá svo miklu auðveldara fyrir okkur að ræða málin og læra af því að það eru tækifæri í því hvert einasta skipti sem einhver segir mér að ég geti breytt eða lagað eða haga mér þannig að fólkinu kringum mig líði betur, nú ég græði á því. Og ef við sýnum börnunum okkar að við getum tekið gagnrýni og lært af mistökum, þá verður það miklu auðveldara fyrir börnun okkar. Svo getum við sýnt börnunum okkar að við metum fjölbreytileikann að verðleikum. Við getum bent börnunum okkar á fjölbreyttari fyrirmyndir. Við getum bent börnunum okkar, bæði fyrirmyndir í fótbolta en líka í öðrum íþróttum. Við getum bent, sérstaklega kannski foreldrar eða aðstandendur stráka, að vera duglega að mæta á kvennaleiki, sýna að stelpurnar skipti máli líka, því við vitum að það minni mæting á kvennaleiki. Tölum opið einelti og stríðni og ofbeldi við börn, ekki bara þegar það koma upp einhver vandamál, þegar við fáum póst frá skólanum að eitthvað hafi komið upp, eða þegar við fáum póst frá félaginu, tölum þetta þess á milli, tölum á jákvæðan og uppbyggilegan hátt hvað þetta og hvernig við getum komið í veg fyrir að þetta myndist. Og við erum svo duglega að tala við þau alls konar hindranir sem alls konar hópar að mæta sem að við þekkjum ekki. Svo þurfum við líka að vera duglegri að tala tilfinningar okkar, sýna meiri samkennd, sýna samstöðu með fólki sem að mæta einhvers konar hindrunum. Og að lokum að finna jákvæðar hliðar hjá fólki sem ekki fær oft hrós. Sýna börnunum okkar að við hrósum fólki sem kannski ekki að fá hrós fyrir hefðbundna hluti, ekki afreksfólki, ekki bestur í deildinni, heldur kannski bara einhver sem ekkert rosalega góður en hann gerir kannski eitthvað annað sem hann getur fengið hrós fyrir. Að lokum kemur hér einn samantektarslæða.
svo það sé á hreinu að þá ekkert okkar, ég veit það ekkert, það kannski til vont fólk einhvers staðar út í heimi. En fólk sem mætir á svona fyrirlestur, fólk sem börn í fótbolta hjá Breiðablik, það ekki fólk sem ætlar sér að mismuna. Ég held að það sé alveg á hreinu. En við gerum það samt. Við tökum ómeðvitað þátt í alls konar útilokandi hegðun sem okkur langar ekki til að taka þátt í, en gerum að því að við erum prógrameruð eins og ég sagði áðan. Börnin okkar vita alveg hvað það sem er venjulegt og hvað er ekki, og þau aðlagast skilaboðum skaðlega karlmennsku og skaðlegan kvenleika, og þau læra af okkur og þau læra af umhverfi sínu. Og ef við viljum brjóta upp það hvernig við erum alltaf að þróa ómeðvitaða hlutdrægni hjá okkur, hjá kynslóð eftir kynslóð, þá verðum við að reyna að beita öllum tiltækum ráðum. Meðal annars vera meðvituð okkar eigin ómeðvituðu hlutdrægni, vera tilbúin að læra og taka gagnrýni og breyta og hlusta og tala við börnin okkar þessi mál. Tala og tala og tala og tala. Þjálfa okkur í að tala saman án þess endilega allt fari í háaloft, án þess að þetta snúist einhver stórmál í samfélaginu, heldur einmitt að tala á jákvæðan og uppbyggilegan hátt það hvað er margt gott í því að við séum með fjölbreyttan hóp fólks, fjölbreytta hópa krakka í fótbolta. Svo hérna uppáhaldsmyndin mín, I just want to hear those 3 little words. Agitate, educate, organize. Takk fyrir mig. Já, við þökkum Sólveigu Tómasdóttur kærlega fyrir þetta mjög svo áhugaverða innlegg og það er hlutverk okkar í Breiðablik og við tökum það hlutverk mjög alvarlega að breyta leiknum, breyta umræðinni og reyna að gera gott starf ennþá betra. Og það er okkar verkefni nú í vetur og næstu misseri. Og ég þakka aftur Sólveigu fyrir og ég vona að allir hafi haft gaman af og gagn. Þakka ykkur sem hlýddu. Má ég loka?